Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 11. desember er 3. sunnudagur í aðventu. Þema dagsins er fyrirrennarinn. Í lexíunni er spádómur komu Jesú en þar skrifar Jesaja. Sjá Guðið þar kemur í mætti og ríkir með máttugum armi. Eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga. Í pistlunum skrifa Pétur, nú getum við enn betur treyst orði spámannanna, það er rétt af ykkur að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrkum stað, þangað til dagur ljómar og morgunstjarnan rennur upp í hjörtum ykkar. Og Guðspjallið sem að ég mun tala út frá segir frá köllun Jóhannesar skírara. Það er langur texti og því hef ég ákveðið að brjóta niður í 3 hluta. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og heyrum fyrsta hluta Guðspjallsins sem er úr Lúkasar Guðspjalli, 3. kafla og það eru vers 1-6. Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara, þegar Pontius Pílatus var landstjóri í Júdeu en Herodes fjórðungsstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Trakonýtis héraði og Lísanías í Abilini. Í æðsta preststíð Annasar og Kaífasar kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríassonar í óbyggðinni og hann fór alla Jórdanbyggð og boðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast til fyrirgefningar synda, eins og ritað er í bók Jesaja spámanns, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, geri beinar brautir hans, öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar jafnast, bugður verða beinar og óvegir sléttar götur og allir munu sjá hjálpræði Guðs. Upptalning æðstu stjórnenda tímasetur þennan atburð fyrir árið 36 eftir Krist. En það er athyglisvert og bendir ef til vill til trúarlegra átaka meðal gyðinga að 2 menn, Annas og Kaífas, hafi stöðu æðstaprests. En orð Guðs kom ekki til þeirra, heldur til Jóhannesar og þannig rættist spádómur Jesaja. En í Jóhannesar Guðspjalli segir, maður kom fram, sendur af Guði. Hann hét Jóhannes, hann kom til vitnisburðar til að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Jóhannes undirbjó farveginn. Hann var fyrirrennarinn sem yfirskriftin eða þema þessa dags heitir eftir. Hann kom til að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Fyrirrennari er sá sem kemur á undan og auglýsir þann sem kemur á eftir. Á viðburðamáli myndi unga fólki kalla þetta upphitun. Og aðventan er á vissan hátt upphitun eða fyrirrennari. Hún auglýsir og byggir upp eftirvæntingu eftir jólunum. Jóhannes hvatti fólki til sinnaskipta og skírnin í ánni Jórdan var útvortis tákn þann vilja. En sinnaskiptin, það er breytt hugafar, er það sem skiptir mestu máli. Jóhannes var rödd hrópanda í eyðimörk og ef til vill höfum við tekið þessa lýsingu bókstaflega því Jóhannes dvaldi í uppvextinum í eyðimörkinni, át engisbrettur og hunang. En hér er orðið eyðimörk, lýsing á trúarlegri stöðu þjóðarinnar, því að eyðimörkin er snauð og aðeins það harðgerasta ber ávöxt. Til þess að undirbúa fólki fyrir komu drottins þurfti að undirbúa það andlega. En í dag er sami háttur hafður á til dæmis
eru heimsóknir fyrirmenna tilkynntar með fyrirvara svo að móttakan verði viðeigandi og á sama hátt undirbýr aðventan okkur andlega fyrir jólin. Textinn segir að fyrir komu drottins ætti að slétta allar ófærur, það er að segja ryðja öllum hindrunum úr vegi. Hindranir eru það sem að aftra okkur frá því að lesa, hlusta á og íhuga orð Guðs, svo að allir munu sjá hjálpræði Guðs. En heyrum annan hluta Guðspjaldsins sem eru vers frá 7-14. Við mannfjöldan sem fór út til að láta hann, það er Jóhannes, skýra sig, sagði hann: Þið nöðru kyn, hver kenndi ykkur að flýja komandi reiði? Sýnið í verki að þið hafið tekið sinnaskiptum og farið ekki að segja með sjálfum ykkur, við eigum Abraham að föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð að rótum trjánna og hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður höggvið og því í eld kastað. Mannfjöldinn spurði hann: Hvað eigum við þá að gera? En hann svaraði þeim: Sá sem á 2 kirtla gefi þeim sem engan á, og eins gerir sá sem matföng hefur. Þá komu og tollheimtumenn til að skýrast. Þeir sögðu við hann: Meistari, hvað eigum við að gera? En hann sagði við þá: Heimtið ekki meira en fyrir ykkur er lagt. Hermenn spurðu hann einnig: En hvað eigum við að gera? Hann sagði við þá: Hafið ekki fé af neinum, hvorki með ofríki né svikum, látið ykkur nægja mála ykkar. Jóhannes var fljótur að átta sig á því að það kom ekki allir til hans af heilum hug og eins og við vitum þá nægir ekki að fæðast inn í Kristi samfélag, hver og einn þarf að taka hugarfarsbreytingu. Jesús sagði: Komið til mín. Við þurfum að fara til hans og við lestur textans í dag finnum við að fólki þekkti spádómana. Það beið komu Krists og það spyr Jóhannes ekki: Hvernig veistu þetta? Er þetta satt? Er Messías kominn? Eða hefur séð hann? Heldur fékk Jóhannes þessa spurningu: Hvað eigum við þá að gera? Fólki gerði sér grein fyrir að það var á rangri leið þegar Jóhannes líkti þeim, þar að segja börnum Abrahams, við kalda og harða steina. Hvar var samúð þeirra gagnvart náunganum? Í samfélagi þar sem enga samfélagshjálp var að fá, hvatti hann fólk til að deila eigum sínum, gefa gjafir. Ekki gefa þeim sem eiga nóg og gefa tilbaka eins og hefðin er hjá okkur, heldur að gefa þeim sem skorta. Samanber sá sem á 2 kirtla eða matföng, gefi þeim sem á ekki. Og aðra hvatti hann til heiðarleika og nægjusemi. Látið ykkur nægja mála ykkar, það er laun ykkar. Í okkar samfélagi eru mörg félög sem fólk getur leitað til eftir hjálp. Við getum gefið þeim svo þau geti deilt út eftir þörfum. Jóli skókassa er gott dæmi persónlega en nafnlausa gjöf sem gleður fleiri heldur en hjarta þess sem gefur. Því munið að Jesús sagði: Þegar þú gefur ölmusu, þá viti vinstri hönd þín ekki hvað svo hægri gerir, svo að ölmusa þín sé í leynum, og faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Hér er hægt að misskilja að góð verk opni himnaríki fyrir mönnum, en góð verk eru eins og skírnarathöfnin, útvortismerki vilja okkar að framkvæma vilja Guðs. Og Jóhannes sagði einmitt: Sýnið í verki að þið hafið tekið sinnaskiptum. Og vilji Guðs er að við elskum náungan og aðstoðum hann.
En heyrum síðasta hluta Guðspjalsins sem eru vers frá 15 til 18. Allir voru nú fullir eftirvæntingar og hugsuðu með sjálfum sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði þeim öllum og sagði, ég skýr ykkur með vatni, en sá kemur sem mér er máttugri og er ég ekki þess verður að leysa skóþveng hans. Hann mun skýra ykkur með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskófluna í hendi sér til þess að gerhreinsa láfa sinn og safna hveitinu í hlöðu sína, en hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi. Með mörgu öðru hvatti hann fólk og flutti því fagnaðarboðin. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þemað í dag er fyrirrennarinn og það komi hlut Jóhannesar skýrara að boða komu þess sem myndi skýra menn með heilugum anda og eldi. Hann upphóf ekki sjálfan sig þó hann væri útvalinn af Guði til að boða komu Messíasar. Þess í stað sagðist Jóhannes vera óverðugur að reima skó hans. Hann notaði ekki fagurgala, en einhverjir hefðu talið það fráhrindandi að kalla fólk nöðru kyn. En Jóhannes vakti fólki til umhugsunar og textinn segir að allir sem hlustuðu voru fullir eftirvæntingar. Því að sá sem hafði verið beðið svo lengi eftir var að koma. Og enn í dag fyllumst við eftirvæntingar við fáum að upplifa í gegnum textana á aðventunni að Kristur er að koma. Og í jólaguðspjallinu þegar við fáum að heyra að englar himins færðu hinum fátæku hirðum gleðilegan boðskap. Hið sanna ljós sem að upplýsir hvern mann kom í heiminn og hann kom með boðskap sem mun renna upp eins og morgunstjarna í hjörtum okkar. Við höfum tákmyndirnar allt í kringum okkur. Á aðventunni upplifum við dimmasta tíma ársins og á þessum dimma tíma njóta kertaljósin og jólaskreytingarnar okkar sín best. Þeim fylgir helgiblær, enda eru jólin kölluð hátíð ljós og friðar. Mín kærasta minning úr æsku er ekki pakka, mat eða föt. Heldur þegar jólaserían var dregin fram og pabbi fór yfir hana og gerði við hana með lóðboltanum. Það þurfti að gera við hana fyrir hver einustu jól, svo það kviknaði á perónum. En leið og að kvikna á seríunni og hún var komin á tréð, þá fylltist húsið af hátíðleik. Þá gátu jólin komið. Þá fyrst voru við tilbúin. Það var ekki skreytt eins mikið og seríurnar voru vandmeðfarnar og viðkvæmar fyrir hnjaski. Ef það sloknaði á henni var það taka hann aftur af trénu, finna hvar lóðningin hafi gefið sig og lóða aftur. Og þetta gerðist stundum. En það eru oft litlu samverustundirnar sem eru ógleymanlegar. Við eigum nefnilega öll minningar jól í æsku, minningar sem að ylja okkur hjartað, þó sumar ýfi upp söknuð. Þessar minningar auka á helgiblægin því þær lifa með okkur. Sumar þeirra verða að hefðum og ómissandi þætti á aðventunni eða í helgihaldinu. Vegna þess hve við erum ólík er fjölbreytileiki hefðana mikill. En það sem við eigum sameiginlegt er trúin á Guð og að við höldum heilög jól til þess að fagna og minnast þess að frelsari okkar fæddist á þessum tíma. Það er mín ósk að jólin verði helgur tími hjá okkur öllum, óháð því hvort það hafi tekist að gera allt sem við vildum hafa gert eða keypt allt sem okkur langaði til að gefa. Helgur friður í hjarta hvers manns er mikilvægari en nokkurt annað. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.